Hæ. Já, ég er nú eiginlega bara að hlæja að henni Spencer hérna. Hún er fyndin. Það þarf að vera með í vídeónu. Það er bara þannig. Það maður á ketti þá verður þeir bara með í vídeónu. En já, mér langar að sýna ykkur hérna spilastokki mín. Þessi hér. Ég er mjög stolt af honum að hafa gert þetta. Tók mér náttúrulega líka alveg langan tíma að bæði hanna og gera myndirnar og allt það. En þessi stokkur, ég veit ekki hvort að þeir sem að hafa séð stokkinn fyrir er öðruvísi heldur en stokkurinn sem kom fyrst. Og ég skal bara segja ykkur frá því að fyrirtækið sem að ég gerði fyrsta stokki minn hjá og ætlaði svo að panta aftur, bara fleiri, gat allt í henni ekki prentað stokkin eins og hann var. Og ég ætlaði að bæta við 4 spjöldum, sem sagt leiðbeiningarspjöldunum, finn ég þau ekki eins og nýja það, sem eru hér. Ég er með bæði á íslensku og ensku og nú eru þau bara svona með í stokknum en ekki semst utan á. Svo náttúrulega ég þurfti að breyta lit. Ég var með ramma sem ég ákvað bara að taka af því að það var bara endalaust af vesenni að koma með það. Og það einhvern veginn, að því ég var með svona fjólubláan lit og hann bara varð aldrei einhvern veginn eins fallegur eins og ég vildi hafa hann. Ég sætti mig alveg við það eins og hvernig hann var síðast, en allt í henni var ekki hægt að gera það aftur. Þannig að bara, já, þetta er eiginlega bara ótrúlega furðulegt að sama fyrirtækið gat ekki prentað út stokki fyrir mig 2 sinni. En svona það, þetta er allan komið og ég á fullt af stokkum, eins og sjáu, það er hér og hérna fullt. Þannig að ég á allan að ná í bili og ef þið viljið kaupa hann þá er hann til á hrafnhetta.is. Setja hérna líka í texta undir og það er hægt að panta og ég held að sendingakostnaðurinn sé, ég man ekki hvort að milli 200 og 500 kall eða eitthvað svoleiðis, minni mig. En ég ætlaði samt að bjóða þeim sem að hefðu keypt það með stokk áður að ef þeir vilja þá geta þau fengið nýja stokkinn en þeir skila þá gamla stokknum. Ok. Já. Í rauninni þessi stokkur var hugsaður þannig bæði það að mér fannst fólk oft tala sem eru að nota tarot að þeim finnst það á flókið, það eru mikið af upplýsingum, þau muna ekki allt og það er mikið af táknum á spjöldunum og sem eru margir sem bara fannst þetta bara ruglandi og erfitt að muna og allt það. Þannig að ég ákvað að gera stokk sem er bara mjög einfaldur og í rauninni mjög einfalt að skilja. Eins og ég sjáðu, einfaldar myndir, einfaldur texti. En svo er náttúrulega líka að fólk, ég fannst það líka vera að tala að það voru ekki stokkar á íslensku. Ég held að það sé nú samt aðeins búin að bæta í bara örugglega 24 eða eitthvað, því þegar ég fór að skoða það, þarna þegar ég byrjaði sem var 22 eða 3 sem ég byrjaði svona að hanna stokkinn og fá hugmyndirnar, þá var ekki eins mikið úrval. Og ég veit ekki hvort það var bara að það gerðist eitthvað þarna á milli árið 24 eða frá 23 til 24, að þá allt í einu kannski ekkert yfir þyrmandi mikið en jú, það er aðeins meira úrval núna sem er bara frábært og það er örugglega fleiri sem hafa þá heyrt þetta að það væri ekki til nógu margir stokkar á íslensku. Þannig að ég ákvað að gera mína stokka bæði á íslensku og ensku. En
Sko, stokkurinn, ef að við tökum það dæmi sem að við segjum bara að þú ert bara tilbúin eða hefur spurningu eða langar bara að draga, að ég hef það þannig að dregur 1, 3 eða 5 spjöld og þú dregur 1 í einu og og segjum að bara að þetta spjald sem eru gleraugu og það stendur sjá ekki leiðina. Í rauninni þarft þú þá að hugsa hjá þér. Hvað er verið að segja mér? Og hvað passar fyrst fyrir líf mitt? Og eins og ég segi, maður dregur alltaf rétt spjöld og maður dregur aldrei röng spjöld í rauninni. Og eins og að sjá ekki leiðina gæti þýtt mismunandi fyrir mig og mismunandi fyrir þig. Þannig að að fyrir mig gæti ég verið eitthvað að veltast með hvað ég ætti að gera í framtíðinni, á ég að fara þangað, á ég að gera þetta, já, bara ýmislegt. Og í rauninni og fyrir mig þá kannski sé ég ekki beint hvað er auðveldasta leiðin eða hvaða leið hentar mér, og maður þarf náttúrulega þá bara að skoða hvað er það sem er rétt fyrir mig, sem að gæti verið bara allt annað fyrir einhvern annan, ef þú skiljið mig. Svo sko sem að náttúrulega, þetta endar bara mjög svipað á þetta spjald, hvaða leið á maður að fara í lífinu, og maður þarf svolítið bara að skoða það. Svo að sjá, ég tók nú svo sem oft einhverjar hugmyndir af spilum sem að sem ég alltaf man ekkert núna hvað spjald ég var með að taka. Ég held ég hafa verið með í spilunum, já, 8 viti. Ég tek það sem dæmi í upplýsingarspjöldunum. 8 viti er spil sem heitir leið í lífinu, sem er þá líka í rauninni þetta að maður þarf að ákveða hvað maður ætlar að gera, hvert maður ætlar að fara. En nýjar hugmyndir geti líka verið bara það nýjar hugmyndir fyrir mig, nýjar hugmyndir fyrir fjölskylduna eða bara í vinnunni eða eitthvað. Það er eitthvað sem er nýtt og það er eitthvað að gerast. Þetta er ekkert flókið sko. En öll spjöldin, eins og ég segi, eru bara þannig að þau passa fyrir þig. Segjum svo að þú ætlar að draga hvað ætla ég að segja, 3 spjöld. Búin að draga 1 sem er alltaf lagi, svo dregur annað, ok, það er alltaf lagi. En 3. spjaldið er þetta spjald sem er eins báðum megin. Þetta hér. Þetta í rauninni er spjald sem að þýðir að þú átt ekki að lesa meira. Þetta 2 spjöld sem fékkst er nóg og það er nóg svar sem að þú átt að fá. Ef þú hefur fengið eitt venjulegt spjald svo þetta, þá ertu að stoppa hér. Í rauninni er þetta bara, þetta er komið gott. Þú þarft ekki að vita meira eða eitthvað svoleiðis. En ég mæli náttúrulega með því að þú sért andlega í góðu jafnvægi, að því að nota spilin
ef maður er reiður með gremju, það er eitthvað það er mikill hatur, mikil illska, ef það er yfirþyrmandi sorg og jafnvel hvað er ég að segja? Já, sársauki. Sársauki sem náttúrulega fylgir sorginni og fylgir andláti jafnvel einhvers. Þá mæli ég með því að vera, þú veist, eins og að vinna með sorgina og vera komin aðeins út úr því áður en að fara að nota stokkinn. Og líka eins og bara með hatur og illsku og svoleiðis, það gerir þér ekkert gott. Gerir spilunum ekkert gott og leggur slæma orku í spilin. Það er bara ekkert gott, sko. Mæli ekki með því. En já, þetta var bara svona smá kynning og mér langar að taka fljótlega bara smá spá með spilin og að gera þá í rauninni, þá setja ég 3 bunka og þú velur bara 1, 2 eða 3 þar sem þér finnst í rauninni kalla á þig og í rauninni hvað ætla ég að segja, já, svo bara lesi ég úr spilanum og já, það er bara spá þá fyrir þig á netinu eða bara í vídeo eins og maður segir. En já, þetta var bara svolítið það. En látum þetta gott þetta. Ég eins og segi, ef þið viljið stokk þá er hann til á hrafnhetta.is. Setja hér, ég setja líka link bara neyri í textabóksi fyrir neðan. Þannig að þá verður hægt að íta þá bara á það til að eða vonandi að það virki. Já, en alltaf lagi. Og þá langar mér bara að segja endilega gera like, verði vinir, subscribe og munið vera góð við hvort annað, vera góð við ykkur sjálf, það er mikilvægast. Þú kemst ekki gegnum lífið nema að hugsa þig fyrst. Það er bara þannig. Takk fyrir þetta. Við sjáum seinna.